Samkeppnishæfni, þetta ekki bara eitthvað til þess að fyrirtækin í landinu geti grætt meira? Það ekki alveg þannig. Samkeppnishæfni svona eitt af þessum hugtökum sem ofta á reiki og svona misjafnt hvernig eru skilgreind. En í nýbirtri úttekt EMD Viðskiptaháskólans á samkeppnishæfni þá var skilgreind sem hvernig ríki geta skapað umhverfi svo að fyrirtæki geti skapað verðmæti til lengri tíma og sjálfbæran hátt. Þessi svokallaða samkeppnishæfni, hún skiptir máli. Hún skiptir máli fyrir lífsgæði, hún skiptir ekki bara máli fyrir fyrirtækin sjálf. Því að það eru mjög sterkar vísbendingar og bara tölur sem sýna það að þessi samkeppnishæfni, hún nátengd lífsgæðum. Og ekki bara lífsgæðum á peningalega mælikvarða. Það til dæmis tengsl milli samkeppnishæfni og hamingju þjóða. Og það þekkist eiginlega ekki að ríki búi við litla samkeppnishæfni og lífskjör eins og eru á hvað best kosið. Og sem dæmi þá eru af topp 20 ríkjunum í samkeppnishæfni úttekt EMD þá eru 17 á topp 20 listanum með félagslegar framfarir. Og í félagslegum framfarum þá eru engir peningalegi mælikvarðar. Þetta bara raunverulegi lífsgæði eins og aðgengi að húsnæði, vatni, menntun, mannréttindi og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir máli. Og vegna þess að þetta skiptir máli þá svolítið vonbrigði að Ísland að detta niður 4 sæti og niður í 24. í ár. Bæði vegna þess að þetta skiptir máli fyrir lífsgæði en einnig vegna þess að við erum að detta aftur úr hinum Norðurlöndunum sem eru öll fyrir ofan okkur. Og viljum við ekki bera okkur saman við Norðurlöndin? Viljum við ekki reyna að auka samkeppnishæfni?